Ertu búin að lesa bókina Virkjun Bessastaði? Ég hef ekki lesið hana, ekki fara með hana. Svarið þar. Ég hef bara ekki haft áhuga að lesa bókina, en hvers vegna hefur ekki áhuga að lesa hana? Ég bara því miður hef ekki lesið hana og hef ekki áhuga að lesa hana. Ertu algjörlega ignorant? Þannig að þú stingur bara höfðin í sandinn og vilt ekkert vita. Hvað segir það fólk eins og þig? Kappræðufundur fyrir útvalda, frambjóðendur á Stöð 2, sem skrumskæli lýðræði með falskönnun sem þeir vissu úrslitunum fyrirfram. Enn eitt dæmið spunan með falsaðar og skoðanamyndandi kannanir. Látum ekki gera okkur að kjánum og slökkvum á skjánum. Hringdu í 512 5200, láttu álit þitt í ljós og segðu upp Stöð 2 sem fékk á annað 100 milljónir frá þjóðinni til styrkta lýðræðislutverki fjölmiðla. Styrkurinn síðan notaðu til að skekkja lýðræðislega umræðu og hafa kjósendur af fíflum. Láttu ekki valdaklíkuna spila með þig. Þú hefur val áframhaldandi húsdýrahald á Bessastöðum eða friðarforseta sem tekur næsta flug til Moskvu og reynir að afstýra stríðshörmungum sem blasa við okkur. Og svo hér splunkun í könnun sem þú ætti nú endilega að kynna þér. Ástþór vinnur á 15%. Hann þetta góður. Hann að nefna kjarnorkusti. Það hefur aldrei verið meiri kjarnorkuva á heiminum síðan á tíma Kúbudeginu. Þú sást auglýsingarnar sem hann er með. Það er alveg hárrétt. Ástþór er með stuðningsmenn í sófanum. Já. Ágæti Íslendingur, hvernig þú kasta þínu atkvæði í komandi forsetakosningum getur haft afdrifaríkar afleiðingar fyrir framtíð þína og komandi kynslóðir. Við erum á krossgötum, á mestu tímamótum mannkynssögunar og nauðsynlegt að þú hugsir þetta vel. Viljið þú ekki kasta þínu atkvæði á glæ, biðið þig að hugleiða að aðeins eitt framboð er með afgerandi afstöðu gegn stríðsbrölinu. Aðeins eitt friðarframboð er á kjörseðlinu. Ísland hefur enn trúverðuleika sem við þurfum að nýta til að tala fyrir friði. Byssukúlur frá íslensku þjóðinni eru í dag notaðar í skriðdrekum til að drepa fólk í stærsta kjarnorkuveldi Evrópu sem hóta nú að svara tilbaka með kjarnorkuvopnum. Ekki kynda undir stríðsbálinu til stuðnings þess að einn einstaklingur, utanríkisráðherra, hafi alræðisvald til vopnakaupa í þínu nafni. Ekki láta þitt atkvæði falla dautt með því fólki sem vopnin drepa. Auðvelt er að falla fyrir fögru, innihaldslausu, orðagjálfri, frambjóðanda sem vilji búning fyrir forseta. En sá tími er liðinn að hægt sé að sitja í sápukúlu aðgerðarleysis út á túni með húsdýrunum á Bessastöðum og upp á gamla íslenska mátan segja þetta reddast allt. Þegar náttúruöflin ógnuðu byggð í Grindavík gripum við til aðgerða. Við gerðum varnargarða. Hvernig vilt þú verjast því að Íslandi er nú ógnað með kjarnorkusprengju? Hvaða framtíð bíður þín og þinna eftir slíka árás á landið okkar? Þú hefur val fjölda frambjóðenda. Frambjóðendur 12 eru svo lærisveina Jesú Krists, allt ágætis fólk. En þegar betur aðgáð stendur valið aðeins tvennt, stríð eða frið. Aðeins eitt framboð er afgerandi friðarbóðskapur, fyrst kynnt þjóðinni fyrir 28 árum. Það er engin tilviljun að ég hef komið hingað aftur og aftur og aftur í 28 ár. Þetta gerðist eftir að ég fékk 3 sýnir sem urðu til þess að ég yfirgaf blómlegt fyrirtæki, seldi einkaþotuna og stofnaði friðarsamtök. Ég lagði allt mitt í þessa baráttu til friðar. Nú er komið að þér að leggja mér lið, að veita mér þitt umboð til að fara til Moskvu og ná friðarsamningum. Ég vil afstýra því að á okkur verði ráðist með kjarnorkuvopnum. Viljið þú ekki gera það, þá eru 11 aðrir fínir frambjóðendur til að velja úr. Flottir menn og flottar konur. Engu máli skiptir hvert þeirra þú velur. Þau munu öll standa með þér í stríði. Ég er sá eini sem vil ekki standa með þér í stríði. Ég vil að Ísland verði land friðarins. Skal ég dansa með? Oh my god. Ég er forseti friðar og vil afstýra þessari styrjöld. Ekki kasta þínu atkvæði á stríðsbálið. Komdu með til friðar.
stuðla að friði á móður jörð getur þú beitt þessu vopni. Kjósum Ástþór Magnússon.